Hæ, ég heiti Sölvi Fannar. Ég hef verið heilsuráðgjafi í rúmlega 25 ár. Út af þessum faraldri þá setti ég saman nokkrar skemmtilegar æfingar sem flestir ættu að geta gert nánast hvar sem er. Ég mæli með hristivöllunum en við verðum að sjálfsögðu að virða þessi blessuðu fjarlægð, þessa líkamlegu fjarlægð. Ég hef enga trú á þessu orði félagsleg fjarlægð, mér finnst það fáránlegt, mín skoðun. Æfingarnar sem að ég að setja upp núna, ef við hugsum stóru myndina, í líkamanum eru 650 vöðvar og að samræma styrk, hreyfanleika og svo framvegis á milli allra þessara ólíku vöðva og vöðvahópa, að þá þurfum við oft að ofur einfalda hlutina aðeins. Aðferðin sem ég nota til þess að við hugsum æfingar annars vegar með því að ýta og hins vegar æfingar með því að toga. Og ég trúi því að ef það svipaður styrkleiki í að ýta og að toga, að þá mun líklegra ekki bara að vöðvarnir verði jafnar og betur þjálfaðir, mismunandi hlutum líkamans, heldur líka að liðirnir verði í lagi. Enda hlýtur það að vera langtíma markmið allra sem stunda einhvers konar heilsurækt og líkansrækt, að liðirnir verði góðir. En það fullt af öðrum jákvæðum þáttum. Jafnvægisskinnið, það eykst og það styrkist. Stór hluti af því að við missum vöðvamassa þegar við eldumst eingöngu vegna þess að líkaminn lífræn vél innan gæsalappa, aftur ofur einföldun, sem viðheldur sér ekki nema að við gefum henni ástæðu til. Og það eru æfingarnar. Svo að sjálfsögðu þarf matræðið að fylgja í kjölfarið, hvíld, svefn og svo framvegis, streitulosun og stjórnun, en það kannski efni fyrir annað myndskeið. Aftur, ef þú hefur áhuga á að sjá einhverjar aðrar eða öðruvísi æfingar, ekki hika við að gera athugasemdir í kommentakerfinu. Gangið vel. Svo við erum að gera upphýingar og það mjög gott að við finnum stöng sem í þessari hæð og þökks í Andrés og Láru hjá skólahristi, þá eru nú nokkrar svona stangir og í hinum á þessum útivistarsvæðum á Íslandi þá að finna svona búnað. Og það sem við erum alltaf að glíma við að við náttúrulega flestir geta ekki gert upphýingar. Og ef við getum ekki gert upphýingar þá þetta fullkomin uppsetning. Af því að við getum deilt álaginu á milli fótleggjana og efri hlutans. Þannig að vöðvarnir náttúrulega í fótleggjanum eru mjög sterkir. Fyrir þá sem eru slæmir í hnjám til dæmis og eiga erfitt með að gera venjulega hnébeygjur, þá virkar þetta líka mjög vel. Þannig að það sem ég geri, ég fer alveg niður, hangandi stöðu og svo nota ég fótleggjana og handleggjana samtímis, fer hérna upp. Og til þess að við áttum okkur á mekanismunum á bak við þetta, að hreyfiaflsfræðinni, að axlirnar, þær eru togaðar niður á bakvöðunum. Þannig að bakvöðunum sem liggja upp á minni síðunum, þeir sjáum að toga niður axlirnar. Þannig að til þess að þurfa ekki að halda einhvern heillanga fyrirlestur og sýna einhverja myndir og svona, að þá ég með einfalda lausn sem tók mér þetta nokkur ára að átta mig á. Þegar maður að vinna mest með fólki og útskýra hvernig best að gera æfingar. Það mjög tímasparandi að hugsa það þannig að þú sért að ýta einhverju niður með olnbogunum. Ýtir einhverju niður hérna með olnbogunum. Og það sem gerist þá að axlastrúktúrum fer allir niður og bakvöðvarnir vinna mest. En varðandi það að vera með stöng í þessari hæð, ef þið getið fundið eina slíka, það ekki margir sem eru með svona heima hjá sér, en það hægt að kaupa í Hrausti og vantilega fleiri stöðum. Það er hægt að kaupa svona sem að maður skrúfar í hurðarfals. Og þá getur maður deilt þunganum, ég fer hérna upp og ég hugsa ennþá ég sé ýta einhverju niður með olnbogunum. Sjá, axlirnar fara niður, hakan hérna upp á og ég fæ stuðning frá fótleggjunum. Og svo bremsa ég meira með bakvöðunum á leiðinni niður. Og það gerir mig kleift að gera þessa hreyfingu, ekki ósvipað ég væri í líkamsræktarstöð og deili þunganum á milli handleggina og fótleggina, efri hluta og neðri hluta og
veldur því að ég get stjórnað því og sett meira og meira álag á efri hlutann. Og ég get líka gætt þess að þessi jafnvægi í hreyfingunni. Og það er mjög góð leið, það er að nota það sem kallast negatíva. Negatíva er það sem ég kalla togstreitu átak. Þetta er nú ekki opinber íslensk þýðing en hún er mjög lýsandi. Og togstreitu átak gengur út á það þegar vöðvinn er að lengjast undir álagi, raunverulega á móti samdrætti, þetta er öfugur samdráttur. En þetta er kallað negatíva á ensku eða eccentric part of the movement í lífeðlisfræðinni og við getum notað það á mjög góðan hátt til þess að byggja upp styrk í þessu vöðvum án þess að allavega með mun minni líkum á meiðslum og öðru. Og ég var að þjálfa á sínum tíma stráka sem voru á leiðinni í sérsveitirnar í Navy Seals og það í Bandaríkjunum sem ég var að þjálfa upp á Keflavíkurflugvelli. Þá fór ég bara upp á Keflavíkurflugvelli og var að þjálfa á þar. Og einn er að hann var einstaklega lélegur í upphífingum. Það sem er ekkert skrítið, það getur eiginlega enginn gert upphífingu sem er ekki að stunda reglulega þjálfun. Og hann hafði ekki gert mikið af því þó hann var í hernum að gera upphífingar, en með því að nota negatífurnar þá fórum við frá því að hann gat gert 0 upphífingar og á einum mánuði þá vann þessi upp í það að geta gert 10, þá voru að tala um 10 almennilegar upphífingar. Og það er með því að nota negatífuna, þannig að ég ætla ekki að vera negatífur þó ég sé að tala um negatífur. Og það gerum við með því að hoppa upp, innan gæsalappa hoppa upp, hér, og svo bremsum við okkur niður. Þetta er sem sagt negatífa. En í þeim hluta átaksins þá á stór hluti framfara sér stað. En á sama tíma þá er þetta líklegra til þess að vernda liðina. Þetta er mjög virk aðferð við þjálfun, almennt. Og svo getum við hægt og rólega aukið álagið. Þetta farið bara hérna, bremsa með afleiðinni niður. Við getum ekki kvið á einhverju leiðinni. Það verður fara út í fimleikaútgáfuna þessu. Allavega, skemmtileg æfing, aparólur, við gaman að þessu. Hérna erum við komin að svona meira fullorðnari græju. Og seinna mun ég setja hérna líka myndbönd af æfingum með svona teygjum. En þannig að hafa ekki allir aðgang að þessum teygjum. Það er að sjálfsögðu frábært að æfa með félaga og ef þið getið virt þessa 2 metra reglu og getið verið með einhverju sem þið vitið er ósýktur þá getur verið gott að fara saman á hristivellina sem að Lára og Andrés eru búin að færa okkur Íslendingum sem að það er engin hristivellir hérna í Englandi, því miður. Ekki ennþá. Ekki rétt, Andrés og Lára. Já, og upphífingar eru rosalega góð æfing fyrir efri hluta líkamans og í grunninn þá hugsum við æfingar toga og ýta og þetta er náttúrulega togaæfing. Ýtaæfing er eins og armbeygjur og annað slíkt og það er hægt að gera með því að setja kústskaft á milli 2 stóla eða kaupa svona skrúfgræju til að setja á milli í hurðarfalls. Þá getum við gert það sem við getum gert svipaðar hreyfingar, togarhreyfingar á móts við ýta. Því að okkur hættir svolítið til að festast bara í armbeygjum. En upphífingin gengur svolítið upp á það að þegar ég fer upp og þá hugsa ég að ég ýta einhverju niður með olnbogunum, hér. Og það veldur því að öxlin fer niður, spennan kemur í bakvöðuna og átækið er rétt í gegnum axlarliðin. Og svo þegar ég fer úr efstu stöðinni og niður, þá reyni ég að stjórna hraðanum sem að veldur því að það verður meiri þáttaka í fleiri vöðvum og vöðvahópum heldur en annars ætti sér stað. Þetta er alltaf 650 vöðvar í líkamanum. Og svo fer ég alveg í útréttu að ég vil fá langa og fallega vöðva. Og ég tala um langa og fallega vöðva vegna þess að ég kem úr fimleikum, eða meðal annars vegna þess að ég kem úr fimleikum. Og naut þess heiðurs að æfa með landsliðinu hérna árum áður, Jónas Tryggvason var að þjálfa okkur. En það er mjög góð æfing sem við getum gert líka sem að sýnir fram á liðleika og hreyfigetu
og hún kallast Terra og það það sem við notum í tvíslag kvenna og svifra karla til að koma okkur upp á slanna. En ég ætla að byrja uppbyggingunni og það gengur svo upp á það. Ég fer hérna upp og ég gæti þess að hugsa að axlirnar, nei olnbogarnir, eins og ég sé ít einhverju niður með olnbogunum. Hér. Og svo bremsaði ég mig af á leiðinni niður. Alveg í útréttarstöðu. Því við viljum fá fullan hreyfileika á liðina og hérna og svo náttúrulega toppum við það með því að teygja í lokin. Okay, you have to set yourself a goal. So I'm gonna go for 8. Anything beyond 8 is a plus. Come on, Solveig, you can do it! You know, it's like with a 2-meter distance that gives you some leverage for shouting. I'm joking, of course. But I'm Viking, you know. So this was 8. So I'm gonna do 2 more for you to motivate you. Come on! And I could do more, but overdoing it will stress my immune system. En Terran rosalega góð og það ef við erum með lægri sláheldur en þessa, þá betra náttúrulega að byrja henni. En Oppa! Vinsamlegast gefið mér einkunn í kommentakerfinu. Hvers konar stöng sem við getum notað, þá þarf ekki flókin búnað til þess að við getum þjálfa líkamann. Og margir hafa notað bara kústskaft á milli 2 stóla sem eru ofan á setunni. Það verður bara að gæta þess að sé eins örugt og hægt Að sjálfsögðu þá líka hægt að kaupa þessi tæki sem skrúast inn í hurðarfalsið. Það getur virkað mjög vel líka. En lykilatriði við þurfum ekki flókinn tæknibúnað til þess að halda okkur í formi. Af því að ef við ofgerum æfingunum, þá förum við að hafa neikvæð áhrif á ónæmiskerfið. Og ég segi fyrir sjálfa mig að ef ég fæ þennan vírus, ég hef ekki miklar áhyggjur af því persónulega því að ég mjög heilsuhraustur og þó við náttúrulega vitum aldrei fyrir víst. En ég hef ekki miklar áhyggjur af því, en ef ég fæ þennan vírus þá vil ég ekki fá hann þar sem ég búinn að veikja ónæmiskerfið með því að þjálfa svo mikið að líkaminn hann ennþá að byggja vöðvana sem ég skemmti á æfingunum og hefur þar að leiðandi ekki fulla starfsgetu. Þannig að við þurfum að halda þessu í hófi líka. Við þurfum ekki líkamsræktarstöð til þess að geta haldið okkur í formi, en ég get ekki tekið 2-3 líkamsþyngdir í réttstöðulyftu nema í líkamsræktarstöð. En þangað til það opna aftur, sem verður vonandi bráðlega, og þá ætla ég að sýna ykkur einfalda æfingu, áfram með bakið, og ég skipti vanlega líkamanum þannig og hugsa æfingarnar í hópum eða stakar, eins og maðurinn sem æfði eitt sér eða í smærri hópum, að ýta og toga. Ýta og toga. Skiptum æfingunum í ýta og toga. Ef við erum jafn sterk í því að ýta og toga, þá vanalega jafnvægi á milli þessara 650 vöðva í líkamanum, mikið frekar en við einblínum eins og við festumst bara í að gera armbeygju, sem mjög algengt. Og bekkpressu heilkennið sem að svo margir eru með. Hvað átt í bekk? Hvað átt í bekk? Og þannig að við skiptum þessu í ýta og toga og í dag erum við að gera toga, upphífingar áðan og núna ætla ég að gera róðrarhreyfingu. Og í þessari róðrarhreyfingu sem hægt að gera hvar sem að þá næ ég meira að segja aðeins að virkja rassvöðvana og lærvöðvana. En í öllum róðrarhreyfingum að ef við leyfum olnbogunum að fara upp, þá veldur það breytingu á því hvernig átakið fer í gegnum axlarliðin. Þannig að ég mæli eindregið með því að halda olnbogunum meira frekar að líkamanum og í staðinn fyrir að axlirnar fari upp, sem klassist fyrir þá sem að vinna mikið til dæmis á lyklaborð og svona, að þá verður að hugsa að setja axlirnar niður
Og ekki nóg með það, við þurfum líka að hugsa að setja herðablöðin saman, allavega í aftasta hluta hreyfingarinnar. Þannig að ég get ekki haldið með of gleiðugripi, en sem betur fyrir þessa hreyfingu, þá get ég stýrt alveg átakinu með því að dreifa þunganum á milli fótleggjanna og efri hlutans. Og til þess að gera æfingu erfiðari, að þá getum við annarkvort þyngt eða að við getum hægt á hreyfingunni. Og það við getum notfærum okkur það í þessari æfingu hér. Þá ég hér og ég spyrni niður í hælana til að fá átakið í rassvöðvana og ég keyri upp neðri hlutan fyrst, svo ég komin hérna í nokkurn veginn lárétta stöðu og þá fer ég að hugsa að ég ýti olnbogum aftur, axlirnar niður, herðablöðin saman, höfuðið í hlutlausri stöðu og svo bremsa ég mig rólega af á leiðinni niður og stýri átakinu í bakvöðana. Og í neðsta hlutanum þá teygi ég aðeins. Og svo fer ég upp við það og ef við teygjum þá náttúrulega fáum við lengri og fallegri vöðva. Og fínt að hugsa öndun líka. Við öndum vanlega frá okkur. Þegar vöðvinn dregst saman, en það skiptir nú minna máli þegar við erum ekki með, eins og ég segi, með tvöfalda líkamsþyngd eða meira í einhverjum meira áttar erfiðum æfingum. En lykilatriði við þurfum ekki einhvern sérhæfðan tækjabúnað til þess að halda okkur í formi. Einfaldasti líkamsræktin að sjálfsögðu bara að fara út að ganga. Og Ísland ansi stórt land, þannig að ég hérna út í Englandi, það reyndar svolítið svona íslensku morgunur og 6 gráður til ég laðast á því morgun að heiman. En það allavega sól og allt það, ég veit að snjór heima núna og mikið snjókoma í vetur. Og lykilatriði að við förum og gerum eitthvað fyrir okkur sjálf og á sama tíma án þess að það steðji ógn og öryggi okkar að annarra steðji ógn af því. Þannig að höldum áfram að vera til, ræktum okkur tilfinningalega, andlega fyrst og fremst og svo líkamlega. Og ef við gerum það, sem ég held að sé eitt af undirstöðu atriðum þess að okkur líði vel, að þá verður tilveran bara miklu bærilegri, skulum segja það sem svo.